okkur og ég kynni hana til sögunar núna, Margrét Björk Svavarsdóttir. Hún ætlar núna að halda yfir okkur tölu frjálst val skóla og gildi þess og áhrif. Margrét, hún hefur bakgrunn í Tækniskólanum, nam iðnaðarverkfræði og las viðskiptafræði á Bifröst og stjórnun og stefnumótun í Háskóla Íslands. Hún hefur komið við á ýmsum stöðum, stjórnað í ýmsum fyrirtækjum í Vífilsfelli og hún hefur verið framkvæmdastjóri í fyrirtæki sem heitir Brauðsalan og hún hefur líka verið með eigin rekstur. Og Margrét Björk, hún starfaði sem framkvæmdastjóri Tækniskólans og síðastliðin 5 ár hefur hún verið forstöðumaður fræðslu og menningarsviðs Garðabæjar. Gjörðu svo vel. Komið í sæl og blessuð. Við erum að innleiða barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna í Garðabæ og við hittum nokkra unglinga og við spurðum þá hvort GSM-sími forréttindi eða mannréttindi. Og það var eitt svar, mannréttindi. Þannig að það er ýmislegt að hyggja í framtíðinni. Ég heiti Margrét Björk Svavarsdóttir og ég er forstöðumaður fræðslu og menningarsviðs Garðabæjar og ég ætla að byrja á því að kynna ykkur aðeins skólasamfélagið í Garðabæ, hvernig stjórnkerfið er skipulagt og hvernig skólasamfélagið í bænum og síðan ætla ég að fara aðeins yfir valfrelsi og hugmyndafræði sem liggur að baki okkar samfélags. Fræðslu og menningarsvið er stórt svið. Við rekum skóladeild, við sjáum íþróttamál, tómstundamál og menningamál. En í dag ætlum við að ræða skóladeildina. Skóladeild ber ábyrgð á og hefur umsjón með daggæslu, leikskólum, grunnskólum og tónlistarskóla. Við rekum okkar eigin tónlistarskóla. Hlutverkið sem skóladeildin hefur er að hún annast náttúrulega málefni allra skólana sem við höfum umsjón með. Hún fylgist með því að skólarnir fylgi lögum og reglugerðum, eftirlit með starfi og áætlunum þeirra, einnig ráðgjöf til skólana og starfsmanna og síðan mjög mikilvægt samstarf við foreldrana. Bærinn rekur 4 grunnskóla, það er Flataskóla og Hofsstaðaskóla sem eru með 1. til 7. bekk. Við erum með Sjálandsskóla sem er heilstæður frá 1. til 10. bekk og svo erum við með Garðaskóla sem er safnskóli með 8. til 10. bekk. Við erum einnig með 2 einkaskóla í bænum, það eru Barnaskóli Hjallastefnunnar og Alþjóðaskólinn sem er líka starfandi í bænum. En Alþjóðaskólinn hefur 5 ára deild líka og Barnaskóli Hjallastefnunnar hefur núna bekkjadeildir frá 1. til 7. bekk og það er Alþjóðaskólinn líka. Eða býtu, róleg. Það eru reknar 3 leikskóladeildir í skólunum. Það er 5 ára deildir. Það er í Barnaskólanum, það er í Flataskóla og í Sjálandsskólanum. Þessar deildir eru reknar á forsendum leikskólans. Eins og ég hef komið að þá eru 6 ólíkir skólar fyrir yngri nemendur og 2 fyrir eldri hópinn.
Skólarnir hafa allir markað sér sérstöðu og ég vona að skólastjórarnir verði ekki ósammála mér, en til að nefna þá til dæmis hefur Hofsstaðaskóli markað sér stöðu í nýsköpun, Sjálandsskóli í útikennslu, hann opinn skóli með svona óhefbundna kennslustofur. Flataskóli hefur verið þekktur fyrir tónlist sem dæmi. Barnaskólinn náttúrulega þekktur fyrir kynjaskiptinguna og Alþjóðaskólinn með tvítyngdabraut og enska námsbraut. Þannig að þið heyrið að þeir eru allir með einhvers konar sérstöðu. Nú, það samkeppni nemendur í Garðabæ. En það kemur ekki í veg fyrir góða samvinnu á milli skólana. Skóladeild heldur fundi mánaðarlega með öllum skólastjórum þar sem málin eru reifuð. Við skiptumst á skoðunum og lærum að hvort öðru, hvort sem að ræða okkar skólar eða skólastjórar einkaskólana. Við höfum skil, við höfum faglegt samstarf á milli skólana, það skil á milli skólastiga. Við höfum faglegt starf meðal kennara sem tala saman úr yngri barnaskólanum í eldri barnaskólana og slíkt gerum við líka með leikskólana. Það mikið til umræðu núna, skil á milli skólastiga. Gerður var að skila fínni bók skil milli skólastiga í Reykjavík. Við teljum okkur þegar vera að vinna markvisst að góðum skilum á milli skólastiga og það gerum við kannski líka að við erum lítið samfélag. Nú, valfrelsi sérstaða Garðabæjar. Það eru engin skólagjöld í einkaskólana. Við lítum svo á að það sé réttur íbúana að velja á milli þjónustaðala hvort sem þeir eru einkaskólar eða opinberir. Við segjum að frjálst val leiði til aukinna gæða og meiri fagmennsku. Því það hefur mikil áhrif þegar íbúarnir finna og vita að þeir geta valið. Í því felast verðmæti. Foreldrar gera kröfu gæði, fjölbreytni og hagkvæmni í skólastarfi. Við leggjum þær skyldur á foreldra að kynna sér skólana í bænum. Þeir velja hvaða skólar hentar þeirra barni best. Foreldrar taka upplýsta ákvörðun og þar af leiðandi eru þeir sáttari við skóla sem þeir velja og þeir treysta honum. Allir skólarnir bjóða upp á kynningar að vori, þar sem foreldrar fá að ganga skólan og sjá starfið. Fjármagni skiptir miklu máli. Við köllum ofta okkar á milli fé fylgir barni. Við notum svokallaðan skólavísir sem reiknar út kostnað per nemanda fyrir hvern skóla. Við erum með allan rekstur þar inni, húsnæði, innrilegu, nemendatengda rekstrarkostnað og fleira og fleira. Skólarnir eru sjálfstæðir eigið rekstrarform. Þá meina ég þeir geta valið hvernig stjórnun þeir vilja til dæmis hafa. Sjálandsskóli valdi að fara eitthvað sem við köllum bókun 5. En það þannig að kennarar skólans vinna frá 8 til 16, alla daga nema einn dag þá vinna til 17 og þeir eru með alla sína vinnu í skólan. Fyrir þetta borgar skólinn hærri laun. En á móti velur hann að vera með enga deildarstjóra, enga matráð, sem dæmi. Og þannig getur hann fjármagna þessi hærri laun því að féð fylgir barni. Og það er mikil ánægja meðal kennara í skólanum með þetta fyrirkomulag. Nú, einkaskólar, fjármagn til einkaskóla.
Alþjóðaskólinn fær 75% framlag miðað við Hagstofuna. Og fyrir þá sem vita ekki hvað Hagstofan þá það meðaltalskostnaður á nemanda fyrir allt landið. Þá skiptir ekki máli hver stærð skólan heldur allir skólar teknir í eina púlju og síðan deilt með fjölda nemanda. Út úr því kemur einhver tala og Alþjóðaskólinn fær sem sagt 75% af því. Nú barnaskólinn fær 100% framlag með 1. til 4. bekk. Og inni í samningi að ef meðaltalskostnaður á nemanda í Garðabær lægri en þessi Hagstofutala sem ég var að nefna við ykkur, þá það viðmiðið sem skólinn fær greitt. Það þannig að við segjum að það sé sanngirni í að allir nemendur í okkar bæjarfélagi fái sömu fjárhæð. Nú í skoðun að barnaskólinn fái framlag með eldri nemendum, en barnaskólinn sótti stíft á sínum tíma, rétt eftir hrun, að hefja kennslu 5. til 7. bekk. Og þeir byrjuðu með 75% framlag og nú við að skoða 100% framlag til 5. til 7. bekkjar. Nú þeir skólar sem með 75% framlag fá aðstoð við sértæka sérkennslu frá skóladeild. Í síðustu þjónustukönnun sem Capacent gerði meðal sveitarfélaga, þar sem íbúar voru meðal annars spurðir þjónustu grunnskóla, fékk Garðabær hæstu einkunnina. 85,8% voru ánægðir með grunnskólana. Og ykkur að segja, þá skoruðum við hæst á öllum sveitarfélagunum. Við erum ákaflega stolt af þessari niðurstöðu og höldum ótrauð áfram við að auka fjölbreytnina í bæjarfélaginu. Við lítum svo á að valfrelsi eykur fagmennsku, það skuldbindur foreldrana til að velja skóla sem þeir hafa kynnt sér og bera þannig traust til skólans. Hvað framtíðina varðar fyrir okkur ljóst að það verða auknar kröfur lagðar á skólastarfið. Það ríkjandi meiri einstaklingshyggja og svona forræðishyggja víkjandi. Ergo, íbúarnir geta valið hvar þeir kaupa þjónustu sem bæjaryfirvöld hafa ákveðið að veita þeim, hvort sem heldur af opinberum eða einkaaðilum. Takk fyrir áheyrnina.